Úlfhildur Úlfsögu hér með októberleiðsögn fyrir Vog. Þetta almenn leiðsögn og á ekki við allar Vogir en einhverjar og ég mæli alltaf með því að kanna önnur merki úr stjörnukortinu sínu, sérstaklega rísandi og tunglmerkið. En við skulum fyrst sjá hvaða Vog ég að lesa fyrir. Vogin sem ég að lesa fyrir kannski á þannig tíma að hlutin að gera svo litið hratt. Hún jafnvel svo litið óviss tilfinningalífið sitt, hvort þetta sé það sem á við. Það eru stóri draumar en engu að síður mikil pressa og það heilt yfir svolítið mikið að gera hjá þessari Vog og það að róta við tilfinningalífinu. Þetta að hluti af draumum hennar en pressan mikil. Og það löngu fyrir að komast í svona pínu escape, sleppa þess undan, en þá svo nauðsynlegt að vera pínu seigur og halda áfram og fara ekki aftur í gamla munstrið þar sem maður þekkir, fara aftur í öryggið. Það þarf að halda áfram, fara í gegnum erfiðleikann, ekki bara hanga í honum eða alltaf dansa í kringum hann. En þetta sönn Vog sem á kannski svolítið erfitt með að gera upp á milli og búin að vera í aðstæðum sem hún upplifir eins og slá sig svolítið út úr eigin jafnvægi. En við skulum fara í lesturinn. Við erum að fá hér áhrif úr fortíð. Núið. Svo fáum við nálega ögrun. Næst vil ég fá ráðleggingu. Og svo útkomu, mögulega útkomu. Ókei. Sko, kæra Vog, það sem að í fortíðinni hafi verið einstaklingar sem voru kannski ekki heiðarlegir eða réttir gagnvart þér. Ég sé hér nokkrar nöðrur sem hafa verið óheiðarlegar, étið af þér án þess að gefa tilbaka, grafið undan þér, fara á bak við þig, baktala þig. Og það einhver sár hér tengd því ennþá, sérstaklega þegar kemur að mjög nánum samböndum og sérstaklega tilfinningasamböndum á borð við makasambönd, rómantísk sambönd, kynferðisleg sambönd. Af því að það eins og í dag sé að vera að róta svolítið við þannig sambandi, hvort sem það einhver nýr að koma inn í líf þitt eða umrót í sambandi sem þú ert þegar í. Og þessi fortíð að það hafi verið farið á bak við þig og komið óheiðarlega fram við þig svolítið að endurspeglast núna í þessum umbrotum núna hvað varðar sambandið þitt. Hvort sem það einhver nýr eða einhver sem nú þegar. Mér finnst þetta sérstaklega við í ástarsamböndum en þið megi færa þetta yfir á önnur samband líka. Þannig að þetta að valda, finnst mér, óöryggi og ójafnvægi hjá þér í dag, kæra Vog. Og þetta mun halda áfram að ögra þér svolítið að því leytinu til að þú ferð að þess að efast hvort þú sért í réttu farvegi. Hvort að þetta samband sem þú ert kannski í núna sé raunverulega rétt fyrir þig eða hvort þú sért í réttu farvegi varðandi nýtt samband. Þú veist, þú munt upplifa ákveðna ögrun varðandi það hvort þú sért að taka réttar ákvarðanir í lífinu. Og ráðleggingin sú að treysta innsæinu þínu og treysta því að þú sért að taka skynsamlegar ákvarðanir fyrir þig út frá þínu.
Og það fyrst og fremst alltaf þessi áminning að fylgja innsæinu, fylgja þínu hjarta, fylgja þínu passjóni, að þá ertu alltaf réttu farveg. Þú sér að það eru 2 árfarvegir hérna, annars vegar þú ert að efast og ráðleggingin sú að þú ættir að treysta honum. Þannig að þú þarft ekki að hafa miklar áhyggjur af því, en hins vegar þá náttúrulega þessi fortíð og svik hreinlega eru að umróta fyrir þér og valda einhvers konar óöryggi og efasemdum, og þá slær það þig úr jafnvægi. Ráðleggingin sú að treysta þínu flæði. Og útkoman hér, og það sem kemur út frá þessu, það að það verður, það kemur allt upp á yfirborðið fyrir rest. Ef það einhverjar efasemdir hjá þér einstaklinga í kringum þig, sem gætu, ef þú ert að efast að einhver sé að koma heiðarlega fram eða sé að vera sannsögul, það kemur upp á yfirborðið ef það óhreint. Það mun koma augnablik þar sem og mjög bráðlega finnst mér líka, þar sem það kemur allt upp á yfirborðið, bæði úr fortíðinni, einhver gamall skítur, ef það eru einstaklingar í kringum þig í dag sem eru ekki að vera heiðarlegir, þá kemur það upp líka. Þú munt sjá skýrar hvort það séu einstaklingar í kringum þig sem eru ekki að vera þér sannir, þar að segja eru kannski að grafa undan þér, gera lítið úr, hamla þér. Þú munt fara að sjá það líka betur, og það kemur allt saman með því að þú treystir sjálfu þér, þínu innsæi, þínu flæði. En á sama tíma og skíturinn og leiðindi koma upp, þá muntu líka sjá þetta góða koma upp á yfirborðið. Það verður auðveldara fyrir þig að greina sundur það sem gott fyrir þig og það sem vont fyrir þig. Það mun líka verða auðveldara fyrir þig að greina sundur hverjir í kringu þig eru þér góðir og hverjir ekki. Þannig að það ekki bara einhver skítur og drulla sem mun koma upp á yfirborðið, heldur muntu sjá líka allt þetta góða líka. Og það þá hvað varðar þinn farveg og líka þín nánustu sambönd. Svona fá örlitla dýptin á þetta. Fáum hérna krummana með það. Svona. Þessar efasemdir úr fortíðinni varðandi óheiðarleika annarra að koma svolítið sterkt inn, og það varðandi náið samband eða ástarsamband hjá þér. Þessi vangavelta hvort að þetta sé of gott til að vera satt. Þarna kemur fram þessi sársauki, þessi svik sem lætur þig efast sannindin í núinu. Og þá þurfum við svolítið alltaf að passa okkur að bera ekki núið alltaf saman við fortíðina. Við tökum lektsjöfuna úr fortíðinni, en við getum ekki endalaust borið saman. Við getum ekki dæmt einstaklinga í dag út frá fyrri reynslu af öðrum einstaklingi. Við tökum lektsjöfuna með, við tökum þekkinguna og lærdóminn, en það aldrei sanngjarnt að bera saman einstaklinga sem slíka. Þessi efasemdir svolítið að setja þig á hvolf varðandi, eins og ég segi, bara þínar ákvarðanir í lífinu og svona óvissa hvort þú sért að taka réttar ákvarðanir. Efast svolítið sjálft þig, en þá svolítið verið að benda þér á að
Bara leyfa þér að slaka hans á, gefa eftir, þú þarft ekki að vera alltaf með allt undir kontról, þú þarft ekki að vita allt, þú þarft ekki að ráða öllu, þú þarft ekki að stjórna öllu. Það má líka bara setjast niður og flæða með og njóta góðu hlutana. Ekki hanga í mögulega kannski gæti orðið vont, heldur leyfa sér að njóta, ok, þetta er rosalega gott núna, ég ætla að njóta þess. Ekki vera alltaf að bíða eftir að ok, svo verður þetta vont. Og þegar kemur að því að skítruna drullan og það verður þessi hreinsun og allt kemur upp á yfirborðið, að taka þetta góða með. Eins og ég sagði, það er ekki bara skítruna drullan sem kemur upp á yfirborðið, heldur er það líka góðu hlutirnir sem koma betur í ljós. Einbeittu þér að þeim. Þannig að megin skilaboðin eru vertu jákvætt. Ekki málegt að skretta hann á vegginn. Leyfðu þér að njóta í núinu. Tækla erfiðleikana þegar það er að koma. Treystu á innsæið þitt. Treystu á sjálft þig og ákvarðanir þínar fyrir þig. Treystu á innsæið þitt og leyfðu þér að njóta umfram allt hitt. Ég ætla að fá hér einn engil til að lofta þessari lögn. Það kemur hér erkiengillinn Púrlimík sem segir leyfðu náttúrunni að róa þig og þjónaðu náttúruríkinu. Þannig að sæktu svolítið í náttúruna á sama hvaða hási þú gerir það, hvort sem er með útivist og útiveru, með dýrum, með plöntum, með jurtum. Það getur verið allt frá því að fara í góða náttúrugöngu og að því að dúlla við pottablómin heima. Finndu þína leið til að tengjast náttúrunni, gera svolítið áþreifanlega náttúru hjá þér. Leyfðu náttúrunni að vera innra með þér, róa þér niður, færa þér innri ró og gerð eitthvað í náttúrunni sem er kannski svona, leyfðu þér að gefa pínu til náttúrunar á þinn hátt. Ég vil fá líka fyrir þig eitt lítið sætt íhugunarblóm, bara svona til gamans. Ok, það komur þetta 2. Og það er hér innblástur og leikur. Leyfðu þér að njóta, leyfðu þér að finna góðu hlutina og taka það með þér í daglegt líf og leiktu þér umfram allt hitt. Þú þarft ekki að vera svona alvarlegt alltaf og þú þarft ekki að hugsa svona mikið. Og þá ætla ég að ljúka þessari leiðsögn og ég segi bara takk fyrir áheyrnina og takk fyrir mig og ég vona þessir skilaboð til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verði að gagni. Takk.